þá veit ég ekkert hvað þetta er. Sett, ég veit ekki hvort það sé hljómsveit eða söngkona eða hvað sem, ég bara veit það ekki. En lagið heitir Clarity og er alveg ágætt svo sem. Klukkan orðin 4 og það er síðasti vetrardagur 24. apríl og hér á móti mér situr Pétur Jóhann Sigfússon eins og alla miðvikudaga. Pétur, vertu velkominn. Takk að kærlega fyrir og blessaður og sæl og blessuð og sæl og öll sömul. Já, og takk fyrir að stilla inn á þennan þátt, kæru hlustendur. Já, bara nákvæmlega, orðasönnu. Ég verð nú að byrja á því, Pétur, að segja að þú ljómar allir í dag. Er það af því að frí á morgun? Eða hvað? Já, það er svona að blanda bara. Já, sumarið að koma. Frí á morgun og byrjaði nú ekki vel dagurinn og allt á kafi snjó. Það var nú ekki að fyrsta sem ég hugsaði morgun þegar ég fór á fætur að sumarið væri að koma morgun. Nei, en sko, síðan er bara heldur betur búið að rætast úr því. Það var sól núna, já. Heiðskýrt og bara snjórinn allar á bak og burt. Já, það er svona aðeins verið að fíblast í okkur í morgun. Sólin ekki lengi að taka þetta í sínar hendur. Nei. Ef að hún fær að brjótast fram, já, þá er ekki miskun, sko. Nei, hikar ekki. Hún er svaðalum. Sólin, sko. Og það er svona eins og ég segi, það er eins og að vera að minna okkur á það bara í morgun. Muniði, svona veturinn, njótiði sumarsins, það byrjar á morgun. Já, og það er svona veturinn, að segja, heyrðu, ég var ekki alveg búið, ég átti eftir að, en ég átti aðeins eftir að segja eitt hér í viðbót, og þá byrjaði hann eitthvað að snjóa maður, og sólin bara, veitu hvað þetta, fáið þið maður, þetta er löngu búið að þið maður. Drullar í burtu maður, eitt í það maður, og kom sólin bara, brættan bara. Vákátt lærði svo vel maður. Já, ég sé ykkur bara aftur eftir nokkra mánuði maður, já, drullaði maður. Já, sagði það, ég sé ykkur eftir nokkra mánuði. Já, ég kem aftur maður, og eitthvað bara, og sólin bara drullaði, það er allir honum leiðir á þið maður. Já, ég er nú... Hún er nægan tíma til að snjóa maður, út búin að hafa allan veturinn í þetta maður, hvað ertu búin að vera að gera maður? Hann hefur þetta ekkert verið að snjóa mikið? Nei, og hann var einmitt þessum og veturinn, það er nefnilega heila málu, sko, og það er nú sett með þetta maður, hunskast í burtu maður. Ég er nú mun meiri sumarmaður en vetrarmaður. Hver er það ekki? Við erum öll sumarfólk. Já, er það ekki? Jú, það eru samt svona jeppalúðar, þeir elska veturinn. En þeir fá, sko, þú veist, snjórinn er ennþá í fjöllunum, sko. Já, þeir geta bara drullað sér upp á jökul. Þeir geta bara verið þar. Já, nákvæmlega. En við, Pétur Jóhann, erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur þennan síðasta vetrardag. Það eru fasti liðir á sínum stað, láta skella á sig, vondandi, karaoke, sturlaða staðreyndir og ég veit ekki hvað og hvað. Ég get sagt ykkur að það er búið að taka upp hluta af þessu. Og það er eiginlega, það er veistla í vændum. Já, það er veistla í vændum. Það eru 2 símtöl sem að, já, ég ætla að fara svo langt að segja, nú eru búin að vera inn í 1,5 ár. Það eru 2 stórkostlega símtöl sem koma fyrir í dag. Já. Það var reynd að stoppa annaðra, þannig að við getum verið aðeins að fiffa það. Getum við þetta að fiffa aðeins, já? Já, aðeins á svona bípa, en við getum ekki sleppt í að spila. Nei, við getum það. Nei, en alltaf það er, ég lof ykkur góðum þætti. Pétur, þú ert búin að hafa gott eða ekki þessa vikuna? Heldur Pétur maður, ég átti afmæli á sunnudaginn. Já, afmæli á sunnudaginn. Það er afmælisvika svona. Já. Síðan er bara, eins og þú segir, það er frídagur á morgun. Já. Og eflust einhver að fara svona að gera sig glaðan dag í kvöld, sko. Já, það er örgulega stuð í einhverjum, sko. Já, hvað er veturinn? Svei með það. Já, það er líka, er ekki allir staðir opnir svona eins og þessi föstudagur? Jú, þannig að þetta er hálfgerður föstudagsþáttur. Já, það er nettu föstudagur í okkur, Pétri, og ef að... Svo er FM blöði frí á morgun. Já, en ég og Egil verðum hérna næsta föstudag. Já. Og ef þið hefði ekkert að gera í kvöld, kæru hlustendur, þá voru við Steindi Junior með pubquiz á Hvíta Riddaranum í Mosfellsbæ. Nei. Þannig að að kíkja þanga, ef þið er í Mosó eða bara nenni að renna aðeins þanga. Nenni, þetta er rosa skemmtum. Þetta er alveg. Þú og Steindi Junior saman með pubquiz. Pubquiz á Hvíta Riddaranum, mæting svona 8:30. Hvernig virkar þetta pubquiz? Er eitthvað þematengt? Nei, það er bara með spurningar og bara fíblaskap og svona. Semja spurningarna sjálfur? Já, við erum búin að semja það. Nú, hvað er til að tekja á því, en vonandi það er mæting 8:30. Mæting 8:30? Já. Þetta er spennandi. Já, það verður stemming í kvöld, við Pétur erum við stemmingu núna og vonandi eru þið, kæru hlustendur, í stemmingu. Ef ekki, þá ætti þetta að hjálpa til. Þetta er hressasta lagið á stöðunni í dag. Það er rétt hér. Það er mjög langt síðan að það hefur hljómað Around the world, world. Var það ekki þeirri líka? Jú, þetta er allt saman. Þú ert með allt saman á hreinu, Blöndal. Og það er ekki að sögum að spyrja, þú ert með fleira á hreinu. Þú ert slúðurkongur þáttarins. Þú ert með glænýjan, bullandi, sislandi slúðurpakka beint frá Bandaríkjunum. Leð okkur að heyra hann. Langaðir í hann? Mér langar í hann. Hversu mikið langaðir í hann? Bring it, son. Bring the action. Já, ég ætla að byrja slúðrið á Anthony Hopkins. Ciccione, veistu hver það er?
Anthony Pizzone? Nei, Ciccone. Ekki honi, ekki hugmynd. Hann bróðir Madonnu og hann hefur ekki haft alveg jafn gott í gegnum tíðina og systir sín en systir hans, Madonna, hefur engan áhuga á að eiga samskipti við Anthony Ciccone en hann búinn að vera heimilislaus núna í rúmt ár og það var verið að henda honum í fangelsi eftir að hann réðst á eitthvað lögreglumann fullur á baðherbyggi í Michigan. Kallgreið maður. Já, það þurfti að sauma honum ennið og þetta var eitthvað viðbjóður hérna. Hann ekki svona bar fight. Já, og hann var sem sagt, hann var 5 sinnum meira áfengi í blóðun hans heldur en það sem considered intoxicated in Michigan. Heldur bara ok, ef þú ert fullur, þá blæstu svona. Hann var 5 sinnum meira en það, eða 0,40. Hvað sem það svo. Það massíft. Það massíft, allavega. Ég ætlaði bara að segja, það skiptir svo sem engu máli hvað bróðir Madonna að gera. Ég bara vissi ekki að hún ætti bróðir. Ég vissi ekki að hún ætti bróðir. Nei, og maður heyrir líka stundum, þetta ekki til fyrsta sinn sem ég heyri þetta af fræga fólkinu, þarna í Hollywood, að þau eru nokkri sem eru búin að loka bara á fjölskyldumeðlimi sína. Já. Mér finnst það einhvern veginn, það svolítið algengt. Já. Sumir þarna sem tala ekki við pappa sinn og aðrir ekki við mömmu sína, eins og Jennifer Aniston talar ekki við mömmu sína, held ég. Já, ekki. Fullt einhver svona ruglið, mann. Já. Sýnir bara hvað við erum hefni með okkar fjölskyldu, Pétur. Já, ég meina, ef maður svona fár ríkur allt innu á, ég myndi loka á dalið. Fjölskylduna maður, alveg, ég myndi ekki tala við þetta. Ég að stríða. Hvað var það svo fyrstu sem myndir loka á, bara að vera hún moldríkur, bara svo Madonna? Bara sískinni mín. Sískinni, já. Öll með tölum og ég myndi ekki tala við. Og ekkert við þau að gera lengur? Nei, hver er þú maður? Nei, maður. Og hvað var ég flottið þannig? Þú tala ekki að þetta breytur eftir og svona. Já, ég veit að ég er breytur, drullar út. Nei. Ég að fífla maður. Ég get ekki eins og sagt. Nei, ég var bara erfitt með að horfa á þig svona. Já, ég veit það. Hvað getur þú? Þetta er ekkert sem að breytur. Þetta er breytur maður, drullar út. Ég er hann frægur og ríkur. Já. Nei, ég myndi að sjálfsögðu ekki gera það. Nei, það er ekkert mikilvægara en í þessu lífi en fjölskylda, kæru hlustendur. Það orða Sonju Auðun Blöndal, við skulum fara á þeim fallugu orðum yfir í næsta slúður. Já, næst það Vanilla Ice, það ekki oft sem hann í slúðupakka FM 957. Það að frétta á honum Vanilla Ice. Enda hefur hann ekkert gert, held ég, síðan ég bjóði í Bandaríkjunum 1989. En hann að fara að leika í nýjum sjónvarpsþáttum núna. Herðu, og meira að Vanilla Ice, það tengist slúðurum Madonnu líka því að þau sváðu saman þegar Vanilla Ice var upp á sitt besta og voru þau pari smá stund. Var það ekki Milli Vanilli? Nei, Vanilla Ice það Ice Ice Baby. Já, alveg. Og hann að fara að leika í nýjum sjónvarpsþáttum þar sem hann á að prófa að vera amistrúaður sem hann fær ekki að nota rafmagn og fleira. Sko, ég fór að hugsa, hugmyndin af þættinum ekkert svo vitlaus að setja kannski einhver þekktan einstakling í amis aðstæður því að það eru nú svona það er aðeins öðru í þessu lífi en við lifum. Þau neita rafmagni og fleira, sko, það er ekki bílar þar held ég einu sinni og svona. En að henda Vanilla Ice, ég veit ekki. Kannski er þetta kompakt fyrir kallinn, maður veit ekki. Já, líka, eins og þú segir, það er held ég mjög gott að setja Vanilla Ice í það. Nú? Já, þú veist að þetta er maður sem að, gæti ég ímynda mér, þurfi að hafa greiðan aðgang að rafmagni, sko. Já, reyndar. Þú veist, hárþurrkurnar og allt þetta drasl sem að gæin eru að nota á mótnana bara að hann fer út. Já, greiða sér og svona. Hérna heima væri gaman að sjá Sölva Tryggva. Sölva Tryggvason, án rafmagns. Já. Hann gæti þetta ekki. Hann gæti þetta. Það kann samt Sölvi Tryggva, hann nú í Asíu núna þegar ekki. Er það? Já, hann ferðast eitthvað það, ég sá það eitthvað á Facebookinn hans. Hvað er það? Það var að bjóða henni stinningarlif hingað og þangað eitthvað. Aha. Já, það var eitthvað status hjá hann. Svo er það hér síðasta slúri. Já. Og það er af vinn okkar, Ozzy Osbourne. En já, það er alltaf að koma meira og meira í ljós af hverju að þau ekki lengur, eða búa ekki lengur saman, Ozzy og Sharon. Sharon er búin að segja það opinberlega, hún ætla ekki að skilja við hann, þau muni komast í gegnum þetta eins og allt annað á þeirra ferli. Já. En ástæðan fyrir að hún flutt út var náttúrulega því að Ozzy, hann fjall af vagninum, greiði kallinn. Hún byrjaði að drekka og dópa aftur, en hún er búin að vera edrú í, 50 okkar daga, samkvæmt þessu allavega. Já. En Ozzy Osbourne, Sharon, sagði núna í viðtali að þegar hann fjall fyrst hann Ozzy, þá var búin að vera fullur í viku, þá var hann að reyna að drepa Sharon. Var hann? Já, hann var orðinn það klikkaður. Já. Og fattaði ekki að þetta væri hún. Nei. Hvað eru menn að taka þarna, maður? Já. Þetta
hann var ekkert að fá sér Ekkert vodka í kók Nei, mér heyrist ekki, maður Það er eitthvað trespýri bara Já, það er einhver hverju að byrja að ráðast og allar að drepa konuna en þegar þú heldur hún sé einhver önnur Ég mann nú tekið nokkuð Gemini gegnum tíðina, ég hef ekki lent í þessu en þá allavega Nei, við þurfum að bara byrja til Guðsum að það veri aldrei Þannig við erum bara farin að ráðast á miðmaður Já, eins og þú sett einhver annar Já, þú ert örugglega útsendari frá CIA Já, láttu mig í frið, ógeðið Þannig að, en ég er ánægð með Sharon Hún segir að hún hafi engan áhuga að skilja við hann, hún elskja hann ennþá En þetta sé bara allt saman flókið mál Já, þetta er flókið að vera En þau eru búin að lenda í ýmsu grein Já, þetta var á skalanum 1 til 100 slúðurpakki upp á 99,5 Enda síðasti vetrardagur og ég ákvað að koma með gott slúður hann þar í dag Svarta var bara bullandi Íslandi eins og ég sagði, beint frá útlönd Nú fyrir auglýsingar, svo er það, já, skelltu á mig FM 957 kynnir í samstarfið Túborg og N1 Keflavík Music Festival Stærsta tónlistarhátíð ársins verður haldin öðru sinni dagana 5. Í kosningum hefur fólk gríðalegt vald í höndum sér. Saman getum við leiðrétt lán heimilana og afnumið verðtryggingu, fengið nýtt húsnæðislánakerfi með vaxta þaki, tryggjum fólk með kjark og þor inn á Alþingi. Dögun xt.is Í dag er ofurdagur. 10 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Nýttu daginn og afsláttinn vel. Orkan. Túborg kynnir. Ásgeir Trausti heldur tónleika ásamt Pétri Ben á Factory föstudagskvöldið 27. apríl. Miðaverðið er aðeins 2500 krónur og er forsala miða á Factory frá klukkan 5 alla daga. Atvið, takmarka magn miða í boði. Factory, góðar stundir. Ég Erpur Eyvindsson. Ég decaf sojalatte þambandi mussuklett feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. Dominos kynnir. Loksins í bíó. Byggð á samnefndri metsölublóm. Falskur fugl. Komin í bíó. Hægri grænir ætla að lækka áfengisaldur í 18 ár. Hægri grænir. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Evrópusinnar, stöndum saman. Kjósum samfylkinguna. XS. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladisco í kvöld. English Pub Hafnarfirði. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragði. Ekki vilja lendi því að vera locked out of heaven. Locked out of heaven. Frábært lag hér á ferðinni hjá okkur í FM 95 blöð hér á þessum fantafína miðvikudegi. Það er Pétur Jóhann Sigfússon sem situr hér og þetta talar. Á móti mig situr Auðun Blöndal, Audi Blue eða oftast kallaður Árni the Blueinn. No. Eða eins og hann Gilsenegger kallar það alltaf Bloodpoop. Já, hann vil samt meina að segja ekki hann sem kallar með heldur aðdándur hans í þessum lesendabröðum. Já, það eru aðdándur. En sko Bloodpoop. Hann náttúrulega segir mig það sjálfur sko. Veistu hvað það þýðir? Bloodpoop? Já, bara, veist, blöðkókur? Já, það þýðir það. Ertu sáttu við það? Nei, það er ekkert aðeins. Mér finnst hann fyndið. Samt tókst hann með þér hérna? Mér finnst, ég skal samt gefa allir það. Ég er að djóka. Mér finnst fyndið þegar hann segir það. Það er fyndið. Já, mér finnst þegar hann segir það. Þegar hann er að lesa þetta, hann er náttúrulega svo vitlaug, sko. Já, þú ert með allt á hreinu, Gils, man of passion, annað en Bloodpoop. Annað en Þannig að ég get ekki annað en brosaði. Nei, það er gaman að því, heyrðu. Og taland þann ágæðamann, Egil Gilsenegger Einarsson. Já. Ég hef hann grunaðan þegar ég var að opna tölvuna þetta. Já, ég sá hvað var í gangi. Rísastór, það er myndið sem fyllir út skjáinn. Já, þetta er bara screensaver, kallast það ekki? Já, screensaver. Af því loðnasta kallmannsraskati sem ég hef séð á ævi minni. Já, og svo voru skilabóð.
Góðan daginn, PJ Sigfusion. Hvaða endalausa, hvernig, sko, þú veist, hvar nær hann í þetta? Ég veit ekki, hann er að glíma við vandamál. Þetta hlýtur að vera hann. Það kemur enginn annar til að greina. Björn Bragi myndi aldrei gera þetta. Nei. Sveppi líklega ekki. Nei, Sveppi kann ekki að setja þetta á screensaver. Nei, Sveppi kann það ekki, ég kann það ekki. Ég myndi ekki gera þetta við sjálf á mig. Nei, ég myndi aldrei gera það. Þú myndir ekki gera það. Nei, Hjörvar Hafliða reyndar hann er svolítið wildcard í þessu, sko. Nei, það liggur einn maður undir grunn og það er Egill Einarsson. Ég get lofaði því. Við getum hringt í hann eftir. Getur þú hringt í hann núna? Núna, hann er alltaf að lifta á þessum tíma, en ég skal prófa. Hvað meinarðu? Þú veist, er hann ekki að lifta bara alltaf á öllum tímum? Já, ég þyrfti, málið Er þetta ekki óholt? Ég þurfti að senda hann SMS á undan. En er ekki óholt að vera alltaf að lifta? Ég bara spyr. Nei, það er ekki, hann er náttúrulega... Verður hann ekki að gefa vöðvunum pásum maður? Hann náttúrulega orðin svo... Mér finnst oft í síðan eins og hann sé bara alveg að springa. Já, hann vill það. Eins og hann sé bara alveg að springa. Ef þú segir við hann, Egill, þú ert að vera alltaf stór maður. Thanks, appreciate it. Hann hlustar ekki á það, sko. Hann fílar það. Hann vill það. Halló? Gilsennegin. Já, Egill Einarsson Gilsennegar. Já, sætt þetta. Það er Pétur Jóhann, PJ Sigfusion. Sætt þetta. Við erum í beinni útsendingu í FM 95 blöð, Auðun Blöndal situr á móti mér. Það er rosalegt. Ein spurning. Já. Settir þú þetta loðna kallmannsraskat á tölvuskjáinni í stúdíónu? Að loðna kallmannsraskat. Það stendur svo sæll eftir Peter Johan. Það stendur, góðan daginn, PJ Sigfusion. Já. Og svo er screensaver á tölvunni, þetta er bara fyrsta sem að mætti mér þegar ég opnaði tölvuna hérna. Ok. Og það loðnasta kallmannsraskat sem ég séð og það er í G-streng. Og fyrir okkur kom bara einn maður til greina. Það var ég. Já. Það var ég grunaður á þetta. Það er þú eini maður sem... Það er allir sem þekkja mig, ég vil ekki loðið raskat. Nei, við vorum ekkert að tala um fíla það. Þú varst að senda kveðju á Pétur. Nei, ég myndi alltaf setja bara vel, sköll og kjöta raskat. Lofa ykkur því. Það er einhver bodybuilding raskat og ég myndi setja þetta á screensaverið, sko. Þannig að þú ert... Mig grunar, ég myndi lesa þetta fyrir ykkur. Já. King Heiðar Austmann. Heiðar Austmann myndi aldrei hafa bara ímyndunar að bli að gera þetta, sko. Jó, ég get lofaði því. Það virkar rosa sakljós og mikill engill á Facebook og eitthvað. Þetta er gæinn sem er með treði þessu, sko. Ekki er þetta Brian Echopen því að hann er út í Bandaríkjunum? Nema hann sem er svona remote desktopan á tölvunum sinni út og getur tengst tölvunum á FM-stúdíónu, það kemur ekki óvart að King Brian Echopen getur það, sko. En ert þú í alveg saklaus þessu, Egill? Já, hvernig er ég anskutum að gera þetta? Ég er bara föstutugum. Já, ég held að þetta bara sést Það er með fróma sjöstum það. Hvað er þetta að fara í sérferðað uppbyttur og græða þetta? Já, það er ekta, þú hefur nú ekki mikið að gera. Er þetta liftan til dæmis núna bara? Já, ég er í hlýðabólum, í símanum, í rættinni akkurat núna. Það er mjög töff. Það er fólk að stara á mig núna. Það er ógeðslega töff. Það er mjög töff lúk, sko. 27 mínútur yfir 4, bara á virkum degi, ert þú bara að lifta? Alla daga milli 4 og 6. En ertu ekkert að vinna neitt? Jó, frá 9 mótaldi 12 á kvöldin að nóg fyrir það. Og við hvað ert að gera? Og hvað ert að vinna svona? Koma fólk í form, ég er að bjarga þessu landi, betur. Það er allir vaksnir eins og þú á þessu landi. Hann er með fjárþjálfuna. Já, þannig að þú ert að lifta lóðum í rauninni líka þá? Já, ég er alltaf sjálfum mér í formi líka, sko. Þú ert að tútna út? Get ekki verið einna sem engaþjálfur sem er spikfeitur, Pétur, ég get ekki staðið því. Pétur meina sér að verða of stóri. Þú ert að verða alltaf stóri. Það er með allt niður þessi. Pétur veit ekki neitt. Sástu hvernig síðast, það er 3 vikur síðan síðast. Nei, í alvöru, síðast ég sá þig, það fannst mér eins og að væri að springa, sko. Það er svo þess. Það er krampun. Ég þakkaði fyrir það. Þú sagðir það? Ég sagði að myndi segja thank you, appreciate it. Thank you, appreciate it. Ég sagði eitthvað, þetta er að verða of mikið, þú ert að verða bara svo eitthvað tröll. Thank you, appreciate it. Já, hann ánaði með það. En veistu hvað ég elska? Veistu hvað ég elska, Egill? Það er núna, það er miðvikudagur, það er frí á morgun, þannig að það er nettu föstudagur hjá okkur Pétri, við erum í þvílíku stuði, en það er ekkert stuðlag. Þið verða að hendi stuðlag, það segir sjálf. Nei. Ég er ekki leiðið með okkur það. Það er hjá mig, fólk er að hella í sig í kvöld, fólk er stuðlag. Hvaða stuðlag myndir þú vilja fá? Ég myndi henda Rank 1 Airways í gang. Rank 1 Airways í gang? Já. Það er svona... Ég er í gang núna á þessum gullfallega miðvikuti. Er það svona sumarsmellur? Já, frábært lag. Það er frábært lag. Þannig að þið verðið strákar. Sko, þó að þið séu ekki mikið í stöðlunum, þá er áttu að hlustendur þeir elska þetta. Þeir eru bara að keyra sig í gangi í kvöld. Já. Þannig að við þurfum kannski að... Blöndal og skrifar RANK, rank, og síðan
tölustafurinn 1 strax á eftir, síðan gerum við bil og airway. Stórkostlegt lag. Ég skal muna þetta. Þetta er ekki bara að setja á það? Jú, við setjum það örugglega á. Ég sé til þess. 2 stuðlu á föstudaginn, því að það var jamdagur og við setja ekki stuðlu á. Nei, ég var ekki að trúa. Við göngum í þetta, heyrðu. En ertu að hlusta á okkur? Ég er að hlusta á okkur í rættinni, ég er með okkur í eyrunu. Ok, þá setjum við þetta í, við verðum að gera það fyrir mannin. Nei, það er þá kannski lok þáttar. Sendum mér þetta með SMS eða okkur. Nei, hann er ekkert að hlusta, hann er að lifta bara til honum. Ég get lofað því, hann er ekkert að hlusta á okkur, hann vil bara fá þetta lag og hann færi það ekki. En Egill, hafðu það gott, við ætlum bara að tjekka hvort þú að setja þessu ógeðslega mynd hérna á skrinseifurinn. Já, ok, takk fyrir þetta. Bye. Sko, ég sagði það bara, já, takk, þetta er compliment, takk að ég sé að springa. Hún líður vel með þetta, sko. Já, en við erum að tala, sko, þegar ég sá hann. Já. Veist, hann var bara í venjulegri svona jakkafattajakka og jakkafattaskyrtu. Og þetta var bara eins og þetta hefði verið spreyjað á hann. Það var bara, ég skil ekki hvernig maður komst í þetta, sko. Þetta var allt að springa utan á hann. Það er vesen fyrir hann að klæða sig í skyrtur, sko. Hann er líka með hann svo stórar axlir. Já. Þannig að hann er svona stundum bara svo fuglarhræða þegar hann er að labba um. Já. Það er eitthvað lúk sem hann fílar. Er hann ekki bara búinn að mjama greinda að brjóta konuna sig? Ég veit það ekki, herðu. Ekki bara í höngana heima á þessu? Þetta var Egill Einarsson. Ég fer ekkert í vinnu í dag, maður, þetta er allt búið, maður. Hér eftir örskamastund ætlum við að fara í dagskrárliðin þar sem við látum leggja á okkur, en ég er nú reynda með eitt stuðla sem ég spila nú reglulega því að það er ennþá uppáldið mér og það er sumar í þessu. Er það þetta? Já, þetta er Jay-Z hérna, Young Forever. En við ætlum að fara í rank 1 á eftir. Nei, eigum að setja það ógeð á. Já, við verðum að gera það fyrir. Í alvörunni? Fyrir G-höfðingja. CCP og Polar Beer, Léttöl, Kynna, Retro Steffson, Skálmöld, DJ Margay og bandaríski mashup-meistarinn C-Trip. Party at the Top of the World, Bandfest 2013. Í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. Af trúarlegum ástæðum þá teki brakandi stökkt og ilmandi beikonið af hlöllabeikonbátnum mínum. Það þýðir þó ekki að þú þurfur að gera slíkt í sama. Hlöllabátar, sérsniðin skyndibiti að þínum þörfum. Dominos kynnir. Mér dreymir oft fáránlega drauma. Á miðjum akrinum eru hvítir menn að slátra fjölskyldu minni. Falskur fugl, kominn í bíó. Í dag er ofurdagur. 10 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Nýttu daginn og afsláttinn vel. Orkan. Saman getum við eflt atvinnulífið með nýsköpun og skapað farveg til að fjölga störfum í fyrirtækjum. Dögun xt.is. Já. Þetta er að skera. Óðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Kvenfrelsissinnar, stöndum saman. Kjósum samfylkinguna. XS. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Í dag er Atlandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn. Atlandsolía. Opnum nýja verslun í Smáralind á föstudaginn. E-Label. Íslensk hönnun. Hægri grænir ætla að taka upp námsstyrkjakerfi í stað námslánakerfis. Hægri grænir. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð. Á FM 957. Sko, þetta er nú bara þannig Blöndal. Já. Að við erum að fara núna hér í símtöl. Já. Sko, hvaða dagur er í dag? Það er miðvikudagur og síðasti vetrardagur. Já, ok. Nei, bara ég datta aðeins út. Ok. Hérna, við erum að fara núna í keppni. Já, þetta er að láta skella á sig. Já. Þetta er svona liður sem að hann á kannski svona 2-3 skipt eftir. Já. Finnst mér. Hann á ekkert mikið meira. Nei. Því að þetta... Þá fyrir við að finna eitthvað annað. Já, komu eitthvað nýtt handa ykkur. Því að þetta er svona... Mér líður persónulega hálf illa í þessum lið.
Þetta hefði verið sko, þetta var draumaliður fyrir sko blöð fyrir 5 árum síðan. Já. Þegar maður svona, það var meira fíbl í manni þá. Fyrir 5 ár? Er þessi þáttur búin að vera svona lengi lóttin? Nei, ég er að tala bara eins og þegar við vorum í Strákunum með 70 mínútum, þá hefur mér finnst þetta ekkert mál. Já. Ég var einhvern veginn meiri astni í mér þá. Já, en það var bara orðin ábyrgur fjölskyldufaðir og, þú veist, þú orðin eldri á þá. Kannski ekki orðin ábyrgur fjölskyldufaðir. En eldri? En eitthvað þroskast held ég, svei mig þá. En við ætlum að fara núna í að láta leggja á sig og það er ekki erfitt. Þú rústaðir þessu síðast. Já, það er að því að það er mjög erfitt, mjög létt að láta skella á sig það ekki. Nei, það er erfitt. Það er stundum erfitt. Þú varst með í fyrir síðustu viku þarna, Sanns að segja, Já, vill tippi yfir hann, þetta er alltaf eitthvað svona, sko. Þetta má samt ekki vera einhver helberdónaskap, Nei. Og maður verður að byrja á góðan daginn, eða ekki? Jó. Ok, og ég byrjaði það. Já, bara gangið rosa vel í þessu. Takk fyrir það, þetta er alveg skeið. Ég er að fara í leiðindi, ég er með smá í maðunum fyrir þessu. Leiðindi? Já, þetta er snútt, þetta er heyra, jó, en bara ljótt að segja, þá er ég að reyna að láta þessa menn hérna, sem eru auglýsa hér, skella á mig, þannig að þá þarf maður kannski að vera með svona smá leiðindi. Í dagskrárleiðinum er það Guðjón? Já, góðan daginn. Ertu pípulagnir? Já. Heldur þú getið pípað með raskati? Já, alveg örglega. Ég var tilbúin til að borga nú mikið fyrir það. Hvað kostar það, helvíti? Það kostar alveg haug. Gerðu þú það sjálfur persónulega? Ertu með einhverja ábyrgðir eða? Nei. Þú verður að hafa það? Skelltu bara á maður. Skelltu bara á mig maður. Akkur? Það þykir ekki hérna. Hver er þetta? Þetta er Kitty bróðinn. Skelltu bara á maður. Hver er þetta? Þetta er Kitty bróðinn. Kitty bróðinn? Já. Og ríkja frá 365 meilum? Já, við byrjar að vinna þar. Ok, Kitty bróðinn. Ég veit já, einhver bróðinn sem heitir Kitty. Nei, ég er búinn að skítapa þessum leikmaður. Hérna, ég byrst afsökun á ónæðinu. Jæja, það er að hafa það gott. Sömulegis, við erum afsakað þetta. Ég skal bara koma og losa stíflunum og raskatinu og eitthvað. Takk fyrir það. Áblæsaður. Já, þetta var mjög gott. Gauji Bíbari fór illa með mig þarna. Það fór illa með mig. Ég er ánægð með hann maður. Hvernig getur Bíbari, hvernig ósköpunum fyrir pípulagningum var að því að fletta því bara upp hvaðan þú ert að hringja? Já, hann hefur farið bara beint á já.is eða eitthvað. Já, en hann hefur ekki verið á bólakafi að skipta opni í einhverju húsi núna. Nei, bara setið við eldhúsborðinu heima og sér bara á Facebook og... En það verður ekki erfitt fyrir þig að vinna þessa gefni, Pétur, því að... Já, við sjáum til, en ég þarf eiginlega að fá kvennmann, sko, ef það er möguleiki. Ok, þá ringjum við Íslandsbanka. Það er rosalega mikið að... Það er minn viðskiptabanki, sko. Já, fallegu kvennfólki vinna þar. Ég er mikið að ringja þarna og það svaraði alltaf kona. Já, en, þú veist, ég ætla að reyna að fá yfirdrátan næstu viku, sko. Ég get alveg kist haflaðs. Þjónustuver Íslandsbanka. Athugið að símtalið er hljóðritað. Þú ert að reyna að skella þeim? Já. Þjónustuver, hvernig get ég aðstoða þig? Góðan daginn. Góðan daginn. Ertu í sokkaböksum? Nei. Hei, hver ertu? Bara einhverju. Það kemur nú kannski ekki málinu við. Ertu í buksum eða? Já, auðvitað. En það geti gert fyrir þig hérna í bankanum. Ég er í sokkaböksum eða? Já. Svona nælon, svona húðlitum sokkaböksum. Það er bara svona. Sem ég er búinn að gera smá gata á það hérna líka. Já. Já, því ég er búinn að vera óþægur. Það er gata. Ertu aldrei í sokkaböksum? Nei, en get ég gert eitthvað fyrir þig hérna í sambandi við bankan? Ertu til ég að segja við mig bara að setja í sokkaböksum? Nei. Getur þú sagt bara orðið sokkaböksur? Get ég gert eitthvað fyrir þig í sambandi við bankan hérna? Já, bara segja að setja í sokkaböksum. Hann er það komið. Þetta er eitthvað mesti viðbjóðsnáðan bara heilt tíma. Miðjan dag bara á miðvikudegi. Já, bara ringi í bankan bara. Ertu í sokkaböksum? Já, þú rústar þessu, hún skellt á þig. Já, hún lagði á, endaði með því. Hann hlaut að enda með því. Hvað hérna, ég er að vera 33 ára og þú ert að 9 ára 41 ára, það ekki? Já, 41. Að tjekka á það, 41 hérna. Alls skotur sjálfur. Þetta var skellt á.
með sínast með lagið Just Give Me a Reason. Þennan miðvikudaginn, Auðun Blöndal og Pétur Jóhann með ykkur til 6 í dag á síðastar vetradegi okkar hér á Íslandi, 24. apríl. En það komið núna að PC, dan. Sturluðum staðrendum. Það rétt þér. Það sem ég fíla við, þú ert alltaf á tánum. Alltaf á tánum og það nú eiginlega það fyrsta sem ég gerir þegar ég kem inn í þetta stúdíu, það að fara úr skóm og sokkum. Já, og bara hann og sett á tánum. Vera bara á tánum, sko. Það svo miklu þægilega að láta fara vel sig svona þegar maður að spjalla hér í mikrofón og því betur sem að fer mann sjálfan. Já. Því betur getur að láta fara fólki sem að... hlustandan? Já, sem þú ætlast til að sé að hlusta á þig, sko. Já, gott. En við megum ekki vera ofrólir. Nei. Við verðum að halda vel utanum allt. Já, ég tala ekki svona á síðasta vetradegi, það stemmi ekki í liðinu og svona. Þannig að, nei, hann eru tveir höfðingjar. Hvað að gerast þetta? Ég átti á dauða mínu vona en ekki þessu. Nei, þeir voru að labba hérna í stúdíóið, Steindi Junior og Bent. Já, knúsaði mig, segir hann. Eru þeir að koma hérna og spjalla þú? Já, Steindi er náttúrulega með pubquiz í kvöld. Er það ekki rétt, Steindi, eða? Jú, gaman að setja lefna að koma inn á það. Og þú líka, við erum saman með pubquiz. Já, hvíta riddaranum. Já, hvetjum alla til að koma upp yfir. En þetta eitthvað sem að þú ert búin að leggja fyrir því í nokkur árið ekki og þér hefur verið mikið hrósað fyrir þetta. Já, ég fæ alltaf svona góða menn á og til. Ég fengi Bent með mér og Erp og þig núna og... Já. Hvenær byrjar pubquizið svona... Þú að koma í daginn upp í Mosó. Já, þú hefur allavega ekki hringt í mig ennþá. Nei, hvenær byrjaði áhugin á pubquizum? Steindi. Það að ykkur með alltaf, ég sé orðin ykkur pubquiz mistari. En þú ert áhuga maður pubquiz? Nei, ég er að borga barskuld, hvað er ekki? Þú ert að borga barskuld. Ég hef lesið á netinu að það séu fáir jafn góður í þessu og þú. Á barnum? Nei, í pubquizum. Já, þú meinar. Hún leggir mikið metnað í enda og þetta byrjaði þegar þú varst úlingur, eða ekki? Ég skal bara koma meina núna, kallmenn. Já. Hvernig var kona Barbapappa á litin? Bleik. Hvít. Nei, hún var svört. Hún var svört? Já, hún var svört. Já. Ég held að það var í Barbapappi. Hvernig var hann? Hann var bleikur? Já, feitur. Hann var bleikur. Svo eins og ég stund. Já, feitur og bleikur. En við búastu svona spurningum í kvöld? Já. Það geta verið hvaðan af? Þetta er bara svona, já, alls konar. Þetta er bara random. Þetta er svona popkultúr og vitlisa og ég er náttúrulega búin að skrifa eitthvað líka. Ég er búin að segja mikilvæg 12-14. Já. Þannig að það er frítt að taka þátt og... Þannig að það er frítt inn. Frítt inn, maður. Hvíti riddarinn og klukkan gáða fólk að mæta. Shit, hvað þetta er steikt innkoma, maður. Við ætlum nú bara að segja hæfið, við vorum að fundi þetta. Já, þannig að þið ætluðu ekkert að koma að spjalla í útvarpinu. Nei, Benti líka hérna. Benti vill ekki taka í mæk bara. Já, Bent. Ó, sælir, blessaði. Sælir, mikið gaman að sjá ykkur, maður. Sömuleiðis, maður. Eru þið alltaf tveir saman? Já, við erum alltaf saman með. Já, af því yfirleitt þegar ég er ekki með Svepp á þetta, þá er alltaf fyrsta spurning, hvar eru þeir? Já. Þið lendið ekkert í því, þið eru alltaf bara... Já, ég fæ þetta reyndar oft. Hvað er Bent? Hvað er Bent eiginlega? Já, en lendir þú í þessu Bent og Steindi er ekki með þér? Já, ég er svona að spyrja, hvað er Steindi? Ég er alltaf að spyrja, hvað er bróðinn? Þá þarf ég alltaf að spyrja, hvort er þetta að tala um Steinda eða Erp? Það er Steinda auðvitað, hvað er hann? Já. Það er einhver staðar að djóka. Erp er alveg glemdur, sko. Er hann að fýblast eitthvað staðar? Það er að djóka. Já, mér samt það mun skárra að vera að spurðu, sko, að hvað eru Svepp og Pétur? Man lendur átt í því. En það er mun leiðilega þegar þú hittir börn og maður fær spurninguna, ert þú ekki vinur Sveppa? Já, það er bara, hvernig minnst það degi sem ég lendi því. Já. Hann langar mér rosalega að segja, jú, en ég á minn nafn, það er Auðun. I got a name. En þú þarft ekki að vera dabur, Auðun minn, af því að það er miðvikudagur, það er frí á morgun, snjórinn er farinn. Sólinn er komin. Það er heiðskýrt og Hvenær er mæting hjá liðinu í kvöld? Ég var náttúrulega að spurða það því á Twitter án, ég gæti ekki svaraði. Þetta hefst 8:30 í kvöld. Hefst 8:30, þannig að mæting 9. Við ætlum að koma og plugga bara. Það er mæting 9 og getur maður, sko, þú veist, og tekum, er þetta eins og bingo? Fær maður spjöld? Hefur aldrei farið í pubquiz? Nei, ég hef aldrei farið, sko. Nei, þá setjum við með spurningar og þú fær blöð og þú ætti bara að skrifa svarið. Ég fæ blöð. Nei, þú fær blað. Já. Þarf þú mörg? Og ég á að skrifa svarið. Hver veit ekki hvernig pubquiz virkar? En af hverju hafði ekki svona kross? Þú fær svörin frá okkur. Það er svo mikið vesen að skrifa þetta. Ég vissum Ágúst Bent er... Reyndar er Bent mikill. Hann kíkir á quiz bara við hvert einasta tækifæri. Já, kemur þú ekki í kvöld?
Nei, því miður, Auðun, ég kem reyndar ekki í kvöld, en það er rétt ég fer eins mikið í pubquiz og ég get. Ok, hvað okkur á ekki að kikka í kvöld? Þegar ég fer á mánundum og þriðudum í pubquiz, í kvöld er alveg jamkvöld. Ferð ekki á miður. Benti farin í partí. Það er ekkert eitthvað svona vittlust. Ef það er frí á morgun, þá getur ekki Bent ekki verið að fara bara í eitthvað pubquiz eins og eitthvað. Hann er komin í partí bara kvöldmandarleiti, sko. Hann er leiðin í það núna. Já, en það er nú ætt að það er nú boðið upp á öl og svona hann á Hvítaréttarann, þannig að þetta verður stemming. Þið lítið vel út, strákar, og gaman að sjá. Sömuleiðis, gaman að sjá ykkur. Við vorum að leiðin í sturlaða staðreyndir, þannig við þurfum bara að bíða aðeins með þær, Pessi. Já, herru, við erum að spila samt hérna lagi. Ég tók lag með, sko, Steinda. Hvað lag var það? Það er alltaf verið að spila þetta. Hvað lag? Hvað heitir það aftur? Ég veit ekki. Erum við með lag hérna í spilum? Já, í Steinda-seríunni. Hvað heitir lagið sem við tókum? Sem við gerum saman? Ég skoraði mörg. Ég er Jóakim Aðalund. Hvað heitir lagið? Svakalegu spittari, sko. Pétur er koma óvart. Hann er með Jóakim Aðalund, sko. Þetta er gæðvikt. Pétur er rosalega rappari. Þetta er Nóttin ung. Nóttin ung. Hérna er eins og lag sem þú gerði með Snoop Dogg, Pétur á sínum tíma. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we gon' play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, all my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Coke Zero, ekta kókbragð, engin sykur, bragða á möguleikunum. CCP og Polar Beer, Léttöl, Kynna, Retro Stefson, Skálmöld, DJ Margeir og bandaríski massöpnumistarinn C-Train. Party at the top of the world, Fanfest 2013 í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. Sem þú skulle vera að borga af láninu ef þeir dæma hana úr Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöllu ekki með heimsendingu því þá færi ég líklega aldrei út rúsi. Hlöllabátar ávannabindandi unaður. Ég heit Erpur Eyvindsson. Ég er decaf sojalatte þambandi mussukledd feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Sólbáðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Hægri grænir ætlaðu útvega öllum námsmönnum fríar spjaldtölvur. Hægri grænir. Opnum nýja verslun í Smáralind á föstudaginn. E-Label. Íslensk hönnun. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladisco í kvöld. English Pub Hafnarfirði. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Í dag er Atlantsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn. Atlantsolía. Helvítis fucking fuck. Segjum nei við spillingunni. Lýðræðisvaktin. xlvaktin.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það er miðvikudagur en eins og við Pétur höfum komið inn á. Þá er samt svona nettur föstudagur. Það er frí á morgun. Það er frí á morgun, maður. Sumardagurinn fyrsti. Og já, það er alltaf hressandi þegar við fáum svona frí í miðri viku. En það er komið að dagskrálið sem að heitir Vonda atið. Við gefum því smá pásu. Smá pásu, já. Það er ekkert ástæðalausu og það er búið að fá smá pásu.
Nei, já, bara svona, maður þarf að inn á milli að gefa hlutunum smá frí. Já, en þetta er ekki flókið. Við hringjum eitthvað át í bæ og atið á að vera bara svona óþægilega barnalegt og vond. Það var enda nokkur verið alveg ágætt. Já. Þannig að stundum eru góð öll í vonda atinu. Já, það er allur gangur á þessu. Blöndal, þú ætlar að byrja það ekki? Jú, ég ætla að byrja. Ég er með hugmynd sem er alveg skelfileg. Já. Hún er bara óþægileg. Er það? Já, ég er að vinna aftur með pizzastað. Ég er að vinna svolítið með það Svolítið í því? Já, ég er svolítið að vinna með það í vonda atinu. Ég ætla að ringja á Wilsons eða Róa Hött eða eitthvað. Ok, já. Og hann að, já, það er ekki eftir nefnum. Ég ætla að ringja bara á Róa Hött eða eitthvað. Góðan dag. Já, góðan daginn. Ég ætla að banda pizzu. Já, hvert er símanúmerið? Síminn, það er 07. Gunnar. Já. Ok, hvernig pizzu þarf að fá? Herðu, ég ætla að fá hjá þér hérna miðstærð. Já. Og með pepperoni, ananas og forhúðarost. Hvað er það? Pepperoni, ananas og hvernig ost? Forhúðarost. For hvað? Hvernig ost? Pepperoni, ananas og forhúðarost. Veitu, ég er ekki með sko að segja, við erum með grámost og rjómaost. Já, þetta er... Hvernig ostur er þetta? Veitu, ég ætla að spyrja. Ég var bara að byrja síðust helgi. Nei, fyrirgefðu. Ertu að meina tippa? Og er þetta eitthvað grín? Hver er þetta? Hvað fyndið? Hver er þetta? Hver var? Nei! Ég er að segja þér það. Þetta er mesta grill sem ég heirt á æfumni. Þetta var tíma. Voða fyndið. Það lagði hann bara á. Já, hann hefur fattað að þetta verið við eitthvað. Gott að senda lausa. Snild, maður. Ég fekk svona svita. Vá, maður. Ég held fyrst, sko. Það var ekki að fatta. Þetta er óþægilegt. Og svo var hann, hvernig ost það fram á? For hvað? Forhúðarost? Já, við getum bara fengið lag bara. Hann hefur verið að spyrja svo hvað erum við með forhúðarost? Hvernig ost? Hvað er þetta alveg tippa? Hvað starfsmann? Eina sem að, nei, þú ekki? Jú, ég er ekki með neitt. Já, þú voru að taka eitthvað. Já, ok. Eina sem að bögga mig, ég fraus. Ég veit ekki okkur, ég fraus bara, ég náði ekki að... Nei, þetta var bara... Mér fannst eitthvað svo fallegt og hann vissi ekki hvernig ostur þetta var. Já, mér fannst þetta Ég held að vissu það allir. Herru, hvert á ég hringja hjá þér? Á pizzastað. Pizzastað? Nei. Viltu líka pizzastað? Hæ? Viltu líka pizzastað? Já. Ok. Rísa Grensjör. Á það, ég held að panta pizzu. Hvað er nafni? Magnús. Já, hvað viltu fá? Innan 16 dóma. 14 dóma. Hvað segir þið? 14. Já. 14? Já. Já. Með pepperoni, skinku. Já. Og tásvepp. Og? Með tásveppum. Sveppir. Hvað segir þið? Já, ertu með tásvepp? Það er bara venjuleg sveppir. Venjulega? Já. Ertu ekki með tásvepp? Hvað er tásvepp? Ertu ekki með svoleiðis? Bara venjuleg sveppir. Hæ? Við erum bara með sveppir, venjuleg sveppir. Þetta í, hvað meinar? Ég verð að fá tásvepp. Hvað er tásvepp? Pepperoni, skinku og tásvepp. Einu blik. Þess er þetta. Rísa Grensjör. Á daginn. Daginn. Það er panta pizzu? Yes. 14 dóma? Já. Með skinku og pepperoni og tásvepp? Er það Pétur? Pétur hvað? Tásveppi. Já. Eru ekki með það? Nei, því niður. Hælsæri þá? Við eigum nokkur en við setjum það yfir ekki pizzuna. Ok, ég ætla að fá eina svoleiðis. Pepperoni, skinku og hælsæri. Og hælsæri. Nei, ég er að grillið. Afsakaði. Sorry. Þetta var ríkalegt. Þetta var lélegt. Nei, það var ekkert að þessu. Þetta var lélegt að. Nei, það var ekkert að þessu. Þetta var dagskrárliðurinn vonda addið. Já, ég meina vonda, ég meinti það, vonda addið. Já, þetta var vond og... Djöfull að þetta ógæðslega góð. Það var hressandi. Það verður bara við ekki næst. Ég hefði mjög gaman að það. Ég vissi steipa.
soul. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you know. Lost my mind and lost my goal. Því líkur og annar eins asi hérna hjá okkur í F9 blöð. Það allt á hvolfi hér. Ötti Blöndal færi núr á án, ég veit ekki hvað. Ef þið bara sæja hann. En okkur ekki til að setja hann á bóðið. Við ætlum að vinda okkur hér í sturlaða staðreyndir. Steindi Junior og August Bent komið hérna. Já. Algjörlega óvart, algjörlega bara aftan á okkur. Já, og þá vorum við að fara í sturlaða staðreyndir, þannig við þurftum að fresta þeim aðeins, það búið svo mikið að gera okkur. Já, þannig að við ætlum að fara í það núna. Það er rétt og það er nú ekki verra að eiga þær inni. Það er ekkert verra maður, ég er búin að hlaka mikið til. Já, ég líka. Við ætlum að vinda okkur í, ég ætla að byrja þig, ég ætla að tilla mér þetta. Já, gott er aðeins fyrir. Já. Ertu tilbúin núna, Pétur? Sætliti. Þá byrjum við. Hér kemur fyrsta. Við tölum 3 sinnum hærra í farsíma en við fólk sem stendur við hliðina á okkur. Halló? Sturlu staðrind. Þetta, ég kaupi þetta maður. Já, ég fónaði mitt, það er skemmtilega sturlu staðrind, þegar maður fyrir að hugsa þér, þegar maður heyra þér. Ég fór að tjekka á þessu og fór að hugsa þetta síðan þegar ég var að tala í gemsa. Ásaldið til í þessu. Já, ég kem að þig kvöld, en ef þú væri hérna, myndi ég bara segja, já, ég kem að þig kvöld. Já. En ef maður svarar, venjulega. Já. Halló? Þá er eins og þetta í fílu. Já. Hvað er ekki alltaf góðu? Jú, okkur. Nei, bara svo þungt í þér. Maður þarf eiginlega. Halló? Já, blessaður. Þungt í mig, hvað menna ég bara tala við þig? Tala bara venjulega með. Hvað er í gangi? Ekkert. Það er rétt hér. Maður þarf að tala þess. Stundum ger ég þetta meðvitað til að láta líta út fyrir að sé geðut mikið að gera hjá mér. Já. Þú veist, ef það er svona ef kemur svona símanúmer sem ég þekki ekki. Ég er svona, prófa. Halló! Það var alveg svona, helst að það sé nógu mikið læti, sko, fer stundum út. Já, eins og sé allt vitlaust hjá þér bara. Meir ekki vera að þessu. Já, ég skilji. Fer helst bara út, þannig að komi rók í síman, eins og ég sé bara einhvers staðar. Bara upp á fjallið eða eitthvað? Já, upp á fjallið maður í einhverju svakalegri sleðaferð. Já. En það er önnur saga, vindum okkur í næstu. Takk. Þá veistu þetta. Já, Tupac Shakur, Tupac, hann misti eista í skotbardaga 1994 og lét svo lífið í skotbardaga 13. september 1996. Þannig að hann var búinn að vera með eitt eista í 2 ár eftir að það var skotið af hann. Þetta vissi ég ekki, fenni ég lasið þetta í stjórnlegum staðröndum hann. Og er ég nú svona Tupac aðdáandi, sko. Hann hefur verið góð skitta. Gæðin sem að skauta á honum annað eista. Já, ef það var pælingin hjá honum, en... Svaðalega. Já, ég meina. Hvað er þetta, þú veist, 25 ára gamall búinn að lenda í 3 skotbartöðum. Hvað er í gangi hann að maður? Þetta var, ég veit svo sem ekki. Þið rapparar, þeir voru allir í þessu. Ég held að þetta sé nú búið að minka. Eitthvað aðeins, sko. Já, þetta var svona bara, hei, þú ert frá austurströndinni, ég er frá vesturströndinni. East Coast og West Coast. Já, við ætla að skjóta þig. Líka what, og eitthvað svona. Nei, þú veist. Herru, ok, sorry. Ég tek þetta aftur. Við vindum okkur í næstu staðrendir. Akroþósis. Já, Akroþósis er sjúkdómur þar sem karlmenn fá stampinu í tíma og ótíma, hvort sem þeir eru graðir eða ekki. Ég er með þetta. Þannig að það er örugglega óþægilegt að vera haldinn akroþósis. Það er mjög óþægilegt. Það er eiginlega ekkert verra en þegar að sumir vilja kíkja út og það er ekki rétti tíminn fyrir það. Nei, það er mjög óþægilegt. Þegar Majorinn er farin að gæjast út og þegar hann heldur að sé eitthvað allt annað í gangi heldur en ég, sko. Þegar hann er svona, veitum við, hvað er í gangi? Er stemmari? The Mayor. Majorinn, já. Nei, ég er nú bara að bylla, sko. Já, ég meina, þetta er samt, sko, ég meina, þú veist, nú erum við bara hérna í, sko, klukkan er, þú veist, hún er bara 5 eða eitthvað. 10 mínútur yfir 5. Þú veist, það er kannski ekki verðt að vera að ræða þetta. Nei, ég veit. En allir kallmenn þekkja morgun, hérna, pínu. Já. Og það er, ég meina, hún er bara þarna, sko. En svo get ég fyrir mitt leiti svona, þú veist oft er að maður er bara að keyra bílinn eða eitthvað svona að vasast, eitthvað allt annað, skilur, heldur en svona það sem að ætti að leiða til þess að, já, ef ekki að fara í næstu. Ég var að fá skilabóðum að við ættum að fara í næstu. Það var bara Pétur hætt. Já, hvað segirðu? Kom bara að símaður Pétur hætt. Já. Ég var bara að fá skilabóð frá útsendingastjórninni, sko. Akkurat. Við skulum bara fara hér í næstu. Willi Nelson hefur reykt gras á þakinu á Hvítahúsinu.
Sturlu staðarind. Hugsaði það maður. Hvernig gerðist það? Kemur það ekki fram? Hann er náttúrulega legend bara og hefur verið þarna á einhverju rölti og menn hafa haldið að hann væri með sígaret eitthvað, ég veit það ekki. En ég minna að þú kemst ekki út upp á þak á Hvítahúsinu nema að þú sért í heimsókn hjá forsetan. Hann var náttúrulega í heimsókn. Hann hefur verið í heimsókn hjá forsetan. Já, þetta er náttúrulega legend í þessu lögu. Og kemur það fram? Á hvaða tíma? Með hvaða forsta? Nei, stendur ekki. Á hvaða forsta? Byrst afsökun á því, Pétur, að ég skildi ekki vera með allar upplýsingar þarna. Slakaðu bara á. Við erum bara félagarnir bara í Sturlu staðarinn. Já, nákvæmlega. Mér finnst samtlega að geta ekki svarað þér. Ég veit ekki hvað forseti var, sko. Nei, það hefur verið gaman að, það skiptir einhver máli. Já. Heyrðu. Næsta. Nei, býttu. Eru búin að eyðileggja þetta? Alls ekki. Eru búin að eyðileggja stemminguna? Nei, sérðu mig. Sérðu ekki cool? Ég er í þvílíkungís. Ok, tökum næstu. Já, tökum næstu. 90% fólks er illa við að hafa hluti, þá voru að tala um eins og hljóð á græjum og annað, á oddatölu. Sturlu staðarind. Hvað segir þú, 90%? 90% fólks. Já, sem finnst óþægilegt að... Já, ég fór svona að hugsa út í sjálfa mig. Ég hef svo sem ekkert á móti oddatölu, en svo að maður er kannski í ræktinni, sem dæmi, ef þú ert að taka backpress eða eitthvað, þá tekur maður alltaf 8 eða 10, maður tekur ekki 9. Ekki? Minnst það varst ekkert eða 7. 9 hvað? Ertu að tala um kíló þá? Nei. 8... Nei, kannski ekki. Já, það er að tala um endurtekningar. Já, já, ég skildi, sko. 9 kíló er, sko, stöngin er 20, þannig. Já. En hérna, sko, já, sitt sín í skörjum. Er þú eitthvað á móti oddatölum í svona? Nei, alls ekki. Ég reynir bara að tengi meira við þær, sko. Þú getur verið með voljum á 17? Já, heldur betur og gera í því, sko. Já, ok. Þú vilt oddatölur? Já, ég fíla þér. Svo er þetta næsta. Þegar að mauradrottningin deyr, þá slást verkamaurarnir þangað til að einn stendur uppi sem sigurvegari og verður drottningin. Þannig að það er bara, ok, drottningin dáinn, þá bara byrja chaos hjá maurunum, allir að slást, þar til einn stendur bara uppi og hann er bara orðin drottningin. En byrju, ef það er kallmaur? Hvað segir þau? Ef það er kallkynsmaur, er hann bara drottning samt sem maður? Bara verkamaur, já. Ég vann þetta maður, ég er bara drottning en það maður. Það er greinilega þannig. En byrju, slást þeir þangað til að, þú veist, eru þá allir dauðir? Það er bara einn maur eftir, bara drottning yfir engum. Maður rotaði kannski eitthvað. Ég bara er að lesa þetta Sturla staðarinn, Pétur. Ég fór ekkert inn í mauraheimin að kynna mér þetta, sko. Nei, ég veit. Bara því miður. Já, fyrirgefðu mér. Þetta er bara svona komið þetta frá síðunni. Já, ég bakka. Fyrirgefðu, ok, og við förum í næstu hér. Phil Collins sagði fyrrverandi konu sinni upp með faxi eftir 10 ára hjónaband. Nú, við erum með fax í dag. Já, þetta var á sínum tíma. Já, þetta er konan sem var undan sem hann er með núna. Og sko, þetta er maður sem er að semja því líka ástar, söngva og annað, svo bara, sko, lætur hann konu sem hann vita í faxi að hann vilji skilna. Og þú veist fax, þetta er ekkert, þú veist, það heyrir þetta heyrir þér alltaf í faxtækinu bara, já, það er að koma fax. Allir heilig. Þetta er frá Phil. Ég segi þér hér með upp lengi að ælast út úr einhverju faxtæki. Já, þetta er skrítið. Næsta. Svo kemur hérna eitt sem að mér fannst voða skrítið, en þetta er rétt samt og þú voru að gera eitt fyrir mig núna, Pétur. Ég skal gera hvað sem er fyrir þig. Lokaðu augunum og taktu núna svona hendina þér, hægra hendina. Já, ímyndaður og haldir á saltstauk. Ég held á saltstauk. Já, opnaðu munnin og settu tungun út. Já, og byrja svona að strá salti á tunguna þér. Þá átt að finna saltbragð. Verður með að loka augun. Hvað er ég að gera? Veistu hvað þetta er einsog? Nú er leiðist að útvarpi. Þetta kemur á báti. Nei, var þetta eins og ég væri að... Já, þetta er síðasta í dag og það fyrir ykkur hlustundu þið getið leikið ykkur við vinniðina í kvöld. Þetta var æðislega starf. Þetta er ógeðslega. En ég fekk alveg salta. Já, ekki? Jú. Já, en þetta er partíleikur. Lautur í framan þetta. Og já, ef þið leikið þetta bara núna fyrir fram á speilin þá fatti hvernig þetta leit út hjá Pétri. Hvað er þetta gamall látur? Þetta var síðasta Sturla staðarinn dagsins. Við ætlum að fara hér núna í örstuð skilaboð. Svo er það karaokeið og fleira, þannig að ekki fara langt. Við erum komin í síman þinn. Notaðu nýja útvarpið til að hlusta á FM 957, Bylgjuna eða X977 og 5 aðrar útvarpsstöðar í beinni í símanum þínum eða á upptökur af uppáhaldsþættinum þínum. Hægri grænir ætla að lækka áfengisaldur í 18 ár. Hægri grænir.
CCP og Polar Beer, Léttöl, Kynnar, Retro Stefson, Skálmöld, DJ Margir og bandaríski mashup-meistarinn C-Trick. Party at the top of the world, Fanfest 2013 í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Ég Erpur Eyvindsson. Ég decaf, sojalatte, þambandi, mussukledd, feminista, þurrkunda. Ung, vinstri græn. Kölski kynnir. Útgáfu tónleikar Ólafs Arnalds For Now I Am Winter í Hörpu 30. apríl. Miðasala hafin á harpa.is og miði.is. Sumardagurinn fyrsti á morgun. Í Intersport farið mikið úrval sumargjafa fyrir alla. Boltar, vassbissur, hjólabretti, hjólaskautar, hjól, hjálmar og margt fleira fyrir útileikina. Intersport. Alvöru sport. Ekki eitt hrun nóg? Segjum nei við spillingunni. Lýðræðisvaktin. xlvaktin.is. Já, ég með. Ég kom í gegn þetta. Eitt mann. Heyrðu. Já! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Opnum nýja verslun í Smáralind á föstudaginn. E-Label. Íslensk hönnun. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Hægri grænir ætla að taka upp námsstyrkjakerfi í stað námslánakerfis. Hægri grænir. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Holders og virkilega flott. Ætla vitið það nokkuð sjálfur greið? Ég veit það ekki, en það skemmtilega við Macklemore og það tengist einmitt því sem við erum að fara í núna. Það? Já. Akkur? Því að lagið sem ég ætla að taka. Við erum að fara í karaoke? Já, það karaoke. Wow! Komin tíma á karaoke, þá syngjum við Pétur Jóhann báðir 2 mínútur úr einhverju lagi og svo syngið þið inn kæru hlustendur. Fyrstur uppi 5 atkvæði vinnur keppnina. Okay. Og já, ég þarf að standa mig vel í dag. Það komin tíma á sigur hjá mér. Ég held að setja með 3 eða eitthvað í röð, sko. Það? Já, það held ég alveg örugglega. Jú, þú veist það sjálfur. En hver að telja, mann? Hver að telja? Ég að telja. Það skiptir málið bara dagurinn dag. Já, ég veit það. Engum máli hvað gerðist fyrir viku síðan eða þar áður. Það er að vinna nýjustu keppnina og Þessi meira með við erum báðir konum með lag. Og sko, lagið sem ég ætla að taka, það ég þekki ekki að vel og Eminem rap, en ég er búinn að heyra þetta lag mjög oft og það er búið að biðja svo oft þetta í karaokeinu. Þannig ég ætla svona núna að reyna að svara kallinu og vona það skilir mig sigri. Svaraðu. Það er nákvæmlega sem ég er að gera. Kallinum frá mér. Já. Ok, og hvaða lag er þetta? Þetta er Thrift Shop með Macklemore. Vá, það er nú ekkert. Þetta verður erfitt, en ég ætla að reyna. Ég er að fara í eitthvað rólega þetta lag, sko. Hvað ætlað þú í? Hvað heitir það aftur? Sitting on the dock of the bay. Ætlað þú í það? Ég var að spá í það. Okay. En ef þú ert að... Má ég breyta á meðan þú ert að syngja? Nei, en það lagið þarf að vera til í karaokeinu. Ákveður þú ætlar að breyta? Veit það ekki. Já, ok. Mér er saman. Þú mátt gera það sem þú vilt, Pétur. Það eru reglunir hérna. Nei. Ok, vindum okkur í þetta. Kýlum að... Allavega þá kemur hér, mitt lag og það er Macklemore Thrift Shop. Nú, ég ætla að reyna þetta. What? And that's a cold ass honky. Hvaða text er í þessum? I cut right up in the hair stunning, I'm in the Goodwill, you can find me in the... Já, þetta var erfitt en það er komið að Pétur Jóhann inn núna. Við erum með 2 mínútur hér á mann. Vonandi. Ég ætla að breyta. Já, hvað ætlar í? Mér langar svolítið að taka hana Who Wants to Live Forever með Queen. Já, það er miklu flottara lag, maður. Mér langar að taka það. Já, maður sjá. Þú breytir alltaf. Herðu, nei, sko, ekkert alltaf, stundum. Ok, það er hérna, Who Wants to Live Forever. Ég er búin að gleyma mér sér hvaða lag ég ætla að taka. Queen Karaoke. Ok. Hvað hérna? Það er hérna. Hvaða lag ætla að taka? Já, sitting on the dock of the bay. Já. Við verum að taka ekki alvöru, sko. Já, það er komið hérna. Við verum að taka eitthvað, sko.
Ertu tilbúinn? Ég tilbúinn. Heyrðu, ekki einhver svakalugur inngangur á þessu? Ég veit það ekki, ég var bara að nenni enginn að hlusta á það, sko. Ég ekki að grínast. Þetta var stórkostlegt. Þetta var þess virðið að þú breytir allan daginn, maður. Vá, ég hló allan tíman. Mér langaði samt að fara ennþá hærra, sko. Þetta var bara rosalegt. Það kemur hærra á eftir. Kemur? Já. Það hlýtur að koma hærra í laginu. En þú varst með þess að lagið var bara rétt að byrja hjá þér, sko. Lagið var bara rétt að byrja, maður. Ég get ekki verið að pína fólk lengur. Nei, við að pína, þetta var stórkostlegt. 511-0957. Já, og við opnum hér fyrir síman FM, góðan daginn. Góðan daginn. Byrja bara á að segja að þetta er frábær þáttur hjá þér auðvitað. Takk fyrir það. Þessi dagskrárliður er alveg ömulega leiðilegur. Þetta eru bara þið að hafa gaman. Það er bara mjög gaman hjá okkur. Þannig að þið í alveg, þetta er alveg fyndið einu sinni og svona, en þú veist, karaoke, come on. Viltu að við hættum með karaoke? Alveg bara, þú veist, helst. Allan daginn? Já, ég ætla samt að kjósa, sko, af því að ég stilti inn og heyrði ekki lagið á Ödda. Heyrðir ekki lagið á Ödda. Þannig að Öddi fær mitt stig. Það var ágætt hjá Petri, en þetta strákar, þú veist, þetta er nefnilega veljið góð lög og þú veist, þeir eru bara að skapa slæma minningar, sko. Já, ég skal málega það. Við erum að skapa... Með, þú veist, með þessu Wants to Live Forever, sko, nú er það bara einhver skelving. Ég sá fyrir mig Petur á nærbuxunum eitthvað öskrat og með möll eitthvað, þú veist, það er bara... En það er góð minning. Ég hlusta alltaf á hlustendur og ég ætla að taka þetta til greina. Ég lofa því. Ef að karaoke er leiðilt þá bara verður að hætta með það. Já, ég lofa þér því. Mér finnst það svo ókei. Þetta hringinn að gefa sitt. Þetta getur vel verið að sé að slá í gegn í öllum, en mér finnst það, þú veist, það er nefnilega svo mikið af góðum dagskrárliðum sem að þetta er bara að taka tíma frá. Þú gerðir þetta nefnilega svo vel, svona á að láta vita að þú vilt eitthvað. Þú byrjar á að hrósa þættinum, að rakka svona við karaoke. Frábær þáttur, en þetta er drast. En takk hérlega fyrir að hringja. Ok. Þannig að ég kom með eitt atkvæði. Þú kom með eitt atkvæði. Hann vildi bara karaokeið út. FM, góðan daginn. Ég skemmti mér svo vel í þessum. Já, er þetta bara við sem er gaman að þessum? FM. Já, getur við. Já, góðan daginn, strákar mínir. Góðan daginn, hvað segir þú? Ég er heldur góður. Er það ekki? Finnst þér karaokeið leiðilegt líka? Njá, sko, ég veit það ekki. Ég hef alltaf gaman að þessu, sko. Jæja, Þú er hitt á skemmtilegra samt. Já, ég er náttúrulega mikið fyrir að hlusta á okkur eða að gera öt og svona, sko. Já, gera bara meira af því. Gera meira af því, sko. Það er aldrei nóg af því, sko. Nei, en þið finnst það ekki drefleðilegt? Nei, alls ekki, sko, en hérna... Það er eins og hann sagði hérna á undan. Já. Og svo margt annað, það fyrir svo langur tími í þetta. Það er að nýta hana tíma í eitthvað skemmtilega. Já, hún fannst það. Það er rétt. Nei, veistu, þetta er bara hressandi, sko. Þetta er svo flott, sko, þetta á þessum fína miðvikudegi. Já, en hver fær atkvæðið þitt? Herðu, já, hérna maður, ég er búinn að vera að hugsa þetta. Já. Ég held að Pétur hóði atkvæðið mitt bara fyrir að herpa raskennuna, sko. Já, þetta var vel gert hjá hann. Ég var ekki vana. Þetta var rosalega vel gert, sko. Það er urðu harðar, ég get lofaði því. Já, er ekki? Jú. Maður fann það bara í gegnum útvarpið að þú varst að leggja 100% í þetta. Hann gæti ekki lagt sér betur fram. Eina sem ég finnst líka við karaoke sem ég glemt að segja hlustandunum með náðan, vonandi er hann ennþá að hlusta. Þetta er líka að þið fá að skipti sem við fáum að heyri í hlustendum, sem að mér finnst alltaf gaman. Við þurfum kannski að búa til einhvern nýjan dagskrárlið þar sem við heyrim í hlustendum. Já, bara hlustendur ringinn og tjáu sína skoðanir. Já, við þurfum að hugsa þetta eitthvað, en takk hjá Ok, nú, bæ. Já, við þurfum að steinpa því, allir að kjósa helgina. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Fyrst þetta, hafa með allt lóðrætt liður sig. Er það málið? Já, þetta er einn af skemmtilegustu dagskrárliðina, finnst mér. Nú, já, það er svona misjönda fólki, það er gott að heyra. Já, sko, karaoke er vinsælt. Já. Þetta er líka fyndið og geðveitt lag, sagði Tókspöður. Þetta er ekkert auðvöld að falla í mannum. Nei, háasíðu það. Þannig að ég vil að Peter Johan fái mitt atkvæði. Já, ég er ekki hissað. Ég er ekki hissað því, ég veit ekki. Takk fyrir að ringja og takk fyrir að rósa karaokeinu. Takk fyrir. Já, við þum alls. Ok, hann var ekki sammála fyrsta kvöldum. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað finnst ég fyrir þetta allt saman? Herðu, hætti með þetta lið. Hætta með karaoke? Óff. Það gengur ekki lengur, sko. Hvað sagður þú? Hætta með karaoke? Já, hún er sammála fyrsta. Já, það er æðilegt, sko. Já. En, Pétur, þú hefur oft verið miklu betri. Oft verið betri? Já, ég er sammálaður. Oft verið betri. Þannig að Öddi fara atkvæðið mig. Já, 2-2, ok. Ég er ánað með Ödda. Ég átti í erfuleikum að það með hæsta síð. Það ekki? Allt annað var ræðislegt. Allt annað var ræðislegt. Þú ert miklu betri, sko. Já, ég veit það. Hann er frábær söngvari. Ég er bara illa sofinn og... Nei, en takk fyrir þetta. Takk fyrir að ringja. Ok, bye. Hún vildi hætta, það eru komin eiginlega... Við erum í tvöfaldri kostningu. Já, 2-2. FM, góðan daginn.
Já, góðan daginn. Góðan dag. Herðu, það byrja því bara að, sko, þessi dagsfjörlegur er algjör snild. Ok, já. Það skiptist í... Þau getur mætt hlustundur svolítið með kannski að þeir syngja. Já, við höfum alltaf haft það þannig. Það er það ekki. Við erum búin að taka allan vingil á þetta. Við þurfum bara að skoða þetta allt saman, maður. Já, leggja þetta í pottinn, sko. Já, en hver fær atkvæðið þitt í dag? Það er Pétur. Það er Pétur. Það er báður rosalega góðir, sko. Já, þakka fyrir það. 3-2 fyrir Pésa. Þetta var erfitt. Takk fyrir þetta. Takk fyrir að ringja. Ok. Já, þetta er eiginlega bara 50-50 hvort fólk vilji karaoke eða ekki. Karaoke-keppnin er búin að fá hvað? Já, hún er búin að fá 2 vildan ekki og 2 vildan. FM, góðan daginn. Já. Halló, þessi þetta brút. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Halló. Góðan daginn. Hæ. Góðan daginn. Herðu, Pétur fær með daginn. Pétur fær þitt atkvæði, en hvað finnst þér karaoke-keppnina? Mér finnst það með ekki hætta með hana. Mér finnst það alveg snýr. Ok, já. Kannski ætti hún að vera aðra og hverja viku, kannski. Bara hverja viku, já. Já, getur skoðað þetta allt saman. Já. Herru, takk hérna fyrir að ringja. Atkvæði. Ok, og Pétur, þú ert komið það vantar allt keppniskapið mér út að ég er að spá ykkur um hætta með karaoke eða ekki. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hörru, við erum feskir en þú. Ég er bara góðið, þetta var fullandi fagmennska hjá báðum. Fullandi fagmennska hjá báðum, þannig að það er erfitt fyrir þig að gefa atkvæði í dag. Já, ég var eiginlega sko að koma smá tvist á þetta. Ef að Pétur getur sagt með hver lék aðalhlutverki í Highlander, þá fær hann atkvæði, annars veit ég. Kristoffer Lambert. Kallinn er með þetta? Já, hann er gjössalega með þetta. Kristoffer Lambert, ég horfði á þessa mynd 9-10 sinnum. Þannig að Pétur er búin að vinna karaoke 50, en finnst þér að karaoke að hætta? Já, ég minna, svo sem blast ekkert í öllum hátulunum þegar ég heyri þetta, sko. Hvað gerur þú? Ég er svona, þegar þetta kannski á 4 af 10, eitthvað svo liðs. Já, en ertu hérna, hvað gerur þú? Hvað ger ég? Já. Ég er námsmaður. Já, ok, þannig að þú ert ekkert, þú er aldrei sagt við einhvern, nei, ég er að hlusta hérna á karaoke-keppnina. Nei, það gerir seint, Pétur. Ok, við þurfum að skoða þetta allt saman. Takk hjá fyrir að ringja. Takk fyrir atkvæðið. Takk fyrir atkvæðið. Bæ, þá tökum við hérna gamla góða. Hvernig hefðu þú kosið? Ég ætla að byrja þegar bara karaoke-keppnin er frábær. Karaoke-keppnin er frábær, já. Takk fyrir það. Já, alls ekki sleppenni. Alls ekki á hana aðra hverju viku. Nei, ok. Og þú ert mögulega vestur rappari sem ég heistu þinn, en frábær þáttastjórnandi. Takk, I'll take it. Þetta var vel rappað hjá þér. Mér var þetta vel rappað hjá þér. Skelvilegt, maður. Já, Pétur á atkvæðið mitt. Ok, takk fyrir það, vinnur. Takk fyrir það. Ok, þá tökum við það síðasta. Bara finnst þér, kæri hlustandi, finnst þér að karaoke halda áfram? Já. Já, ok. Og fíla karaoke. Takk aðeinslega. Takk fyrir. Ok, bæ. Þá er þetta búið. Pétur Jóhann vann þessa keppni. Við þurfum að halda fund hérna, stóran karaoke-fund, Pétur. Auðun, Blöndal. Já. Yrðir þú ekki manna fegnastur um að hætta með þetta karaoke? Það okkur heldur ég sé ekkert að rífast við fólkið. Ég er svo lélugur söngvari, ég er svo lélugur rappari. Þetta er kannski bara komið gott. Ég er með nýtt. Hvað? Förum í svona brandarakeppni. Brandarakeppni næsta miðvikudag, skoðum hana. Fyrir fyrst í auglýsingar allavega. Við erum komin í símann þinn. Notaðu nýja útvarpið til að hlusta á FM 957, Bylgjuna eða X977 og 5 aðrar útvarpsstöðar í beinni í símanum þínum. Eða á upptökur af uppáhaldsþættinum þínum. Farðu í App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðu inn FM 957. Sæktu appið og við erum komin í símann þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. CCP og Polar Beer. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæður að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Opnum nýja verslun í Smáralind á föstudaginn. E-Label. Íslensk hönnun. Hægri grænir ætlaðu útvega öllum námsmönnum fríar spjaldtölvur. Hægri grænir.
Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladisco í kvöld. English Pub Hafnarfirði. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. López og Pitbull hér með lagið On the Floor. Og það er akkurat það sem að Pétur Jóhann Sigfússon líður best, það er á gólfinu. Mér líður best þar. Þú hatar ekki hendi eitt snúning, Pétur. Þetta? Já. Þessi lúpa eða þessi laglína, hún er einhverju lægi sko langt aftur úr fornöld sko. Já, það er mikið verið að endurvinna í tónlist. Hvaða lag er þetta? Það veit ég ekki. Og er þetta ekki hana? Drullu saman. Er þetta ekki hana lagi hana sem að fólk allir voru að dansa hana Macarena? Nei. La Bamba. La Bamba? Na 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 La Bamba. Er það? Já, herruðu, þetta er allavega, þetta er einhver laglína. Það kom þetta maður og hann bara, hann hélt hann vissi það, en var ekki grillaði bara einhverju vitleysu. Já, ég er búinn að henda inn á Twitterin, Pétur. Ég spurði fólk þar, ég komið tíma á Korka karaoke og ég ætla svona að sjá hvað fólk segir. Korka, komið tíma á að hætta með það. Heyrðu, fyrst þú ert með þetta, fyrst þú ert að tala um þetta hana Twitter og svona, ég held þú ert að taka mynd af skjánum mínum hérna sem að mætti mér þegar kom. Já, og setja það inn á Twitter. Já, skal gera það. Góðan daginn, fólk sé það inn á Auði B á Twitter. Þetta er loðnastirra sem ég séð og hann er gísning. Já, þú ert ekki á Twitter eins og það. Ég er ekki á því. Nei, og þú ert ekki heldur á Facebook. Nei. Þú ert ekki á Instagram. Nei. Og hvað þá Snapchat? Ég kem ekki nálættur. Nei, ég vil ánægja með þeim. Ég er með samsæriskenningur. Þú eyðir litlum tími í þetta. Já, þetta fer svo mikil tími í þetta. Já, trúðu mér. Haltu þið frá þessu. Þú veist ekki það að ég hef alveg nægan tíma sko, en ég nenni bara ekki að eyða honum í þetta sko. Nei, ánægja með þið. Ég vil freka bara, þú veist, mér finnst bara skemmtilega að sitja bara og gera ekki neitt. Já, svolítið með mér á Instagraminu bara svona. Með þér? Já, ég hendi bara myndum að þér í staðinn. Ég hendi oft myndum að þér þar inn, þó þú sett ekki með það sjálfur. Já, þú eru að hætta því. Nei, þú er skemmtilegur. Það er skýta veður í kortinu. Já, þú varst að lesa það fyrir mig, hvað er að fara að gerast? Skýta veður. Segðu hlustendur hvað þessi veðurfræðingur sagði. Ég exaði það út maður, ég er svo mikill fíbl. Ég exaði bara út netið maður, ég er bara alveg, það er alltaf, að það að vinna með mér, náttúrulega bara eins og að vinna með bara einhverju fólki sem á bara heima á stofnun, sko. Hvað gerði ég við þetta maður? Allavega, ég veit það ekki, þú varst að útskýra það án að það var einhver veðurfræðingur að segja að það væri sko ekkert sumar í kortunum. Þetta er svo mikið rugl. Hérna er þetta. Hérna, Björn Sævar Einarsson, veðurfræðingur. Toppmaður. Hann segir að það sé ekkert í veðurkortunum næstu daga sem bendir til þess að það sé á góðan sumar. Sumardagurinn fyrsti er samt á morgun. Björn sagði að því að það er kalt á landinu næstu daga. Það kemur að vísu lægð upp á landinu á föstudag. En eftir það myndi hlýna. En síðan kólnar aftur. Spáin fyrir sunnudag er dökk. Norðan stórhríð norðanvert landið og hvasst sunnalands. Á laugardaginn, kosningadaginn, álítur út fyrir að vera vestanátt og talsverður éljagangur. Hann sagði ekkert endilega líklegt að verði það vont að það kemi til með að valda kjósendum eða talningamönnum erfleikum. Nei, en það bendir hins vegar til að það sé ekkert ferðaveður fyrir norðan á sunnudaginn. Því litt sumar sem er að detta í hús maður. Þetta er samt þannig, Siggi Stormur segir það. Ég kaupi, sko, Siggi Stormur er minn maður. Treystur þú Sigga Storm? Ég myndi treysta honum fyrir lífið mínum. Það er ekkert annað. Það er maður sem ég myndi vilja bara lenda í lífshanska með. Já, spáði ég að hann sem tengdapál. Jéttur á velli með það nú. Já, snillingur. Stuttur í annan fótinn og... Heyrðu, en sko Siggi Stormur segir að ef að þetta gerist, að það frjósi saman sumar og vetur, þá verður sumari gott. Við treystum því. Ok, við treystum því. Ég vil minna fólk á að það er pubquiz á Hvíta Riddaranum í kvöld. Við stendurum með það, byrjar 9:30, þannig að gera mæta svona 9 og svo er júladisco á English Pub í Hafnarfirði. Já. Það gera tjekka á því líka. Þannig að það er hellingur að vera í kvöld, enda síðasti vetrardagur, þó svo að veðrið sé. Hefur komið á Hvíta Riddaranum í Mosó? Já.
Er þetta stór staður? Ég meina, Já, stór staður sko 200-300 manns, eða þú veist, komast alveg 100 manns í sæti kannski? Já, meira, kemst hellingur að liða þetta. Og hvernig er þetta? Þú ert að spá að koma. Eru þið upp á sviði svona? Já, það held ég, bara svona að lesa spurningarnar. Já, þú veist ekki hvað pubquiz er. Ég hef aldrei séð þetta, aldrei komið á pubquiz. Kíkt í kvöld, þú er ofta þetta að gaman að einu það að gera er bara að svara spurningum. Ég sé til. En það er langt að fara sko. Það er allavega hellingur að vera í kvöld allstæðir í bænum, við ætlum að fá hér smá Justin, svo er það lagi á leiðinni heim eftir smástund. Alltaf partíð í kvöld. Alveg sama hvað. En ekki hvað. Gustar á honum Justin Bieber, hvað sem hann kemur og hvað sem hann er. Gustar á honum. Þetta með þess að rýma þið. Það gustar af Justin Bieber, sama hvert hann kemur og sama hvað hann er. Já. En klukkan er að verða 6 á þessum miðvikudegi. Pétur Jóhann búinn að vera með okkur síðan 4 í dag og hellingur búinn að gerast hér hjá okkur. Búið að vera virkilega gaman að vera með þig, Pétur. Eins og alltaf. Takk fyrir kærlega fyrir það og sömuleiðis. Það verður engin FM 9 blöð á morgun, þannig að við Hjöppi verðum í fríi á sumardaginn 1. En við Egill Einarsson eða Tveir Harði verðum mættir hér á föstudaginn. Það verða 2 stuðlög. Klukkan 4, nei sko málið er, lagi á leiðinni heim í dag. Við heyrðum í honum á hann. Já, hann vildi heimta að spila stuðla því að miðvikudagur. Já, hálfgerður föstudagur. Við gerum það ekki. Það er hálfgerður föstudagur. Það er hálfgerður föstudagur, þannig að hann heimtaði stuðlag. Já. Og við stóðum ekki við það. Ég vildi ekki spila stuðlagi hans, en ég semt með stuðla sem ég veit að hann fílar. Því að þetta er lag sem við spilum okkur með einasta föstudegi. Þú og hann? Já, til að koma okkur í gýrin, rétt árið þáttunum byrjar. Hann er smá sárabóti því. Já, þannig að það er stuðla á leiðinni heim og lagi á leiðinni heim er með Mötley Crüe og heitir Kickstart með hart. Takk kærlega fyrir hlustunni í dag. Heyrumst á föstudaginn. Kæru landsmenn, á síðasta vetradag og sumardaginn 1. fylgir Coke Zero frítt með öllum máltíðum á hamborgarafabrikunni. Náðu þessu í dag og á morgun. Coke Zero frítt með öllum máltíðum. Hamborgarafabrikan og Coke Zero. Ekta kókbragð. Engin sykur. Árið 1909 kom Ford T fyrst á götuna. Það skiptir þig engum á. Dominos kynnir. Falskur fugl fær frábæra dóma. 4 stjörnur í Morgunblaðinu. Góð og áhrifarík. Falskur fugl. Sjáðu allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heim úr vinnu. Segir svo bara við konuna að ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðilega freisting. Hægri grænir ætla að lækka áfengisaldur í 18 ár. Hægri grænir. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvaða er gott. Nissa.